send að Hvammstaðabakka til Einar Skúlason og Fullsnes og var þar þangað til að hún fullorðnaðist. Takk fyrir. Þetta er svona merki kvenskólanga í fjölskyldunni. Þessi kona, hún var á síðustu helgi að moka ösku austur í Fljótshlíð. Ein af Hafnfirðingunum mörgu. Þetta er í ættinni. Heyrðu, eins og sko þeir sem að muna eftir Björgvin afa, muna náttúrulega allir eftir ljóðunum hans. Og þau voru til í skúffum alls staðar bæði heima og á Vestæðinu. Og það var nú búið að taka eitthvað af þessu saman, en ég veit ekki hvort það er einhver, ef það er einhver með eitthvað í fórum sér, að þá endilega láttu okkur vita. Ég talaði við mömmu í síðustu viku og hún sendi mér þetta með hraði frá Ameríku, því að hún hafði sem sagt fengið öll þessi ljóð og þau eru hérna saman. Og ég er búin að tala við hann Gunnar Björn og hann vil endilega, hann er með síðu sem heitir ljósægir.is og hann er með nokkra myndir af fjölskyldunni þar, ætlar að bæta við og hann vil endilega koma ljóðum þar inn líka. En ég ætla að lesa fyrir ykkur nokkur ljóð eftir hann. Þess að þetta gleraugun. Hérna, hann skrifaðist á, Björgvin afi skrifaðist á rosalega mikið í ljóðrænu formi og hann skrifaðist á við vin sinn á Ísafirði sem hét Hálfdán Bjarnason og það eru löng í þessu eru sem sagt löng bréf að öll í stökuformi og það í þessu má alltaf sjá stuðla og höfuðstafi og allt svoleiðis í þeim. Til dæmis er eitt ljóð í þessu atómskáldin, hann var ekki hrifinn af þeim, þau voru ekki að yrkja rétt. En ég ætla að byrja á einu hérna og ef einhver kannast við þetta ljóð þá færa það. Hlustiði vel. Óska ég ferðin frama til, farin á Höfn nú yrði og ykkur gangi allt í hag austur á Hornafirði. Já, það hann gaf ég. Ég vissi það.